Sagnasúpan sem metnaðarfullir textar hljómsveitarinnar Skálmaldar eru veittir upp úr samanstendur af minnum úr fornsögum, goðafræði og hringadróttinssögu meðal annars. Textarnir sem hafa vakið mikla athygli eru svo meitlaðir með flóknum bragfræðireglum. Bragfræðin er skemmtileg, segir höfundur þeirra, Snæbjörn Ragnarsson, og auðveldar söngvurunum að muna textana. Þar er að finna ljóðahátt, dróttkvæðanhátt, ferskeytlur og jafnvel sléttubönd. Margrét Erla, Kristín Þeyr og Friðjón Jónsson taka nú við, en þeir sem eru viðkvæmir fyrir þungarokki eru varaðir við og bent á að lækka hljóðið. Reiskjótin okkar reisulegt hross, runninn úr áskarði hann. Skannar því vaxið skínandi foss, hann skeiðar, leiðar. Átvættur bákurinn æðir jörð, alþjóðurnar reistur hann. Hermanni verða þá hæðir og börn og heilar, með greiðar. Skálmaldtextarnir eru náttúrulega bara sögur, sko. Þannig að þeir eru svona kannski þá einstaka kafla í sögunni. Sögurnar gerast náttúrulega á svona einhverjum svona ævintýra heim, sko, sem svona einhver blanda af, þetta einhver heimur sem að ég einhvern veginn hélt alltaf að vera til, sko. Og svona einhver blanda af, held ég, svona Íslendingasögum og goðafræðinni, norrænu goðafræðinni, og svo bara Lord of the Rings sem að pabbi las fyrir mig því á lítill og svo, spilaði ég fullt af D&D, Dungeons and Dragons. Þetta er bara svona einhver svona ævintýra súpa með einhverjum svona íslenskum undirtónum. Hetja fallin, höndin sár, höfuðið klofið að strjúpa, gróa þar síðan Baldurs brár, berjalín kroppa rjúpa, valkyrjur sækja víga menn, böllurinn ataður blóði, einherja mun þig óðinn sem, útefna víðurinn góði, hafinn á loft og lausnir. Ég nota allar reglur bragfræðina, sko, og einsett mér það að vera innan reglana, sko. Trikkið er hins vegar svolítið það að tónlistin kemur alltaf undan, sko. Við semjum alltaf tónlistina fyrst, og þetta hefur alltaf gert í öllum þeim sveitum sem ég hef verið í, sko. Að tónlistin kemur fyrst, og svo fer ég að velta fyrir mér, sko, textunum, sko. Þannig ég þarf stundum að taka, sko, kannski reglurnar og svona beygja þær svona einhvern veginn inn í einhver svona skálmaldalínu, sko. Þetta er ekki bara einhverja eiginlega ferskeytlur og limrur og eitthvað svoleiðis. Þetta þarf svona smyrja þessu utan á þungarokki, sko. Bragfræðin er alltaf skemmtileg með það, sko. Það eru ákveðna reglur, sko, sem er harðbannað að brjóta. Maður verður líka bara svolítið veikur, sko, þegar maður fyrir að nota bragfræðina. Það er svo erfitt, sko, þegar maður byrjar að fara að hætta, sko, af því þá finnst mér bara eins og maður sé að svindla, sko, sem er svo mikið rugl samt, af því að það má allt, sko. Þá er maður alveg fastur í því, en það er gaman að leika sér með ljóðstæðina og rýmið og þetta. Og það gefur þessu líka svolítið þunga, sko. Og gaman eins og Björgvin hefur oft sagt það, sko, að það er gaman að syngja þessa texta með þessum þunga og setjast í stjúlana og höfustafina og annað sem maður segir líka, það er auðveldara að muna, sko. Já. Það er nefnilega þannig, sko. Fyrst að hann man að þessi lína byrja á R, þá er R einhvers staðar annars staðar, sko. Og hann notar þetta alveg helling, sko. Setur náttúrulega orðaflaumur alveg endalaust og botnlaust, sko. Í textanum við lagið Baldur er allskyns háttum blandað saman og hér er önnur lína erindisins eins og viðlag sem leiðir lagið áfram, eins og í sagnadansi. Hér rímar sem sagt önnur lína við aðra línu í næsta erindi, auk þess sem innrímið er gegnumgangandi. Nú eigið rosa mikið af erlendum aðdáendum. Eru þeir að hlusta á textan ykkar? Já, sko, það er rosalega stór kreðsa bara sem að snýr bara að þessari tónlist, sko. Bara svona víkingaþungarokk. Og Þjóðverjar að fara mjög framulega í þeim flokki. Og þeir hafa bara svo brennandi áhuga á, sko, sem sagt þá aðalega goðafræðinni og Íslendingasögunum og svo bara íslenskunni, sko. Þannig að þeir kafa svolítið ofan í þetta. En það sem við höfum líka gert, plötundurinn heima koma, sko, bara með textablaði, það eru bara textarnir, nafnið á laginu og textarnir, en fyrir ofan er, sko, sagan er unni sögð, sko, bara í óbundnu máli, sko. Og þegar við gefum þetta úti,
þá höfum við sem sagt þýtt þann texta yfir á ensku, sko. Og nördarnir eru þá fór svona að reyna að pikka sér saman, sko, útlenska textan og svo íslenska bundnamáli, sko, að finna sömu orðin og svona eitthvað að púsla því saman, sko. Sléttubönd heitir það þegar kveðskap er hægt að lesa aftur á bak og áfram og textin í sorg er þeirra náttúru að hann má lesa í báðar áttir. Nú sagnaarfurinn og goðafræðin stendur Íslendingum svolítið nærri. Er alveg allt í lagi að leika sér með þetta? Já, ég allavega ber einhverja svona óttablandna virðingu fyrir þessu, sko. Maður verður að passa sig, sko. Og eins og ég að taka á börnum loka tekið sögur úr goðafræðinni sem eru bara, þú veist, bardagi milli Þórs og Miðgarðsorms, en ég kippi bara Þór úr sögun og set bara mína söguhötti í staðinn, sko. Og ég hugsaði þetta lengi, sko, hvort ég ætti að gera, ég er nú ekki fyrstur til að gera þetta í heiminum, þetta hefur verið gert, sko. En ég setti mér bara eina reglu, sko, að það var það, sko, að breyta ekki, sko, einhverju svona endanlega. Það deyr enginn í, sko, Miðgarðsormur til dæmis drefst ekki í minnisögur, sko, það er ekki þannig, sko. Þannig að, þú veist, ég lít svo á að þetta hefði bara verið að skeita mínu sögum einhvers þar inni þó að það sé ekki til á prenti, sko, í fornritunum, sko.